En þó að fólk hafi samfarir, það hluti af því að vera í sambandi þegar fólk orðið fullorðið að hafa samfarir og stunda kynlíf. En það ekki endilega þannig að það þurfa að vera til börn í hvert einasta skipti. Þá getur fólk notað getnaðarvarnir, þannig að það geti stundað kynlíf án þess að það verði til börn. Smokkurinn svona ein þekktasta getnaðarvörnin og kosturinn við smokkin að hann veri líka gegn kynsjúkdómum. Tölum betur þá síðar. Smokkurinn settur yfir tippið þegar það komið í fulla reisn eins og þið sjáið hér. En það best að nota í raun sæðisdrepandi krem með. Pillan bara pillur sem konur taka á hverjum einasta degi, ákveðin bil, pínu, breytilegt þetta í hvaða pillur verið að taka. Það til nokkrar mismunandi gerðir. En þær koma bara í veg fyrir egglos. Og ef það ekkert egglos þá ekkert egg til þess að frjóvga. Hettan svipuð og smokkurinn að því leytinu til að hún lokar leiðinni, en hún ver ekki gegn kynsjúkdómum því að hún lokar í raun bara leghálsin. Lykkja, það bæði til hormónalykkja og koparlykkja. Þær hafa áhrif á hormónalykkjan, virkar svolítið svipað og pillan, nema það þarf ekki að vera að taka pillu á hverjum degi. Koparlykkjan lokar hins vegar leiðinni, þannig að hún hefur ekki áhrif á hormónabreitingar. Þegar kemur að vali og getnaðarvörnum, sérstaklega fyrir konur og hvaða leið virkar, þá best að gera það í samráði við lækni. Því að sumt eins og pillan og hormónalykkja getur haft áhrif á hormónabúskap líkamanns. Þannig að ef að konur hafa áhyggjur af því, þá best að hafa samband við og gera það eins og ég segi í samráði við lækni. Síðan það hormónastafur, hann svipaður, kemur í veg fyrir egglos. Hormónahringur virkar svipað og pillan, það hringur sem komið fyrir. Síðan það neyðarpillan. Það pilla sem hægt að taka daginn eftir og koma þannig í veg fyrir að það verði til fósturvísir. Þetta ekki eitthvað sem á að vera að nota og leika sér með. Þetta eitthvað sem hægt að nota í algjörri neyð. Síðan þetta að fara í ófrjósemisaðgerð og það þá bara klift á sáðurásina hjá strákum eða eggjaleiðarana hjá stelpum og sauma saman. Þetta stór mál hjá konum. Ekki eins flókið ef að þær eru í til dæmis keisaraaðgerð, eitthvað annar aðgerð og það búið að opna þannig inn. En fyrir stráka eða karlmenn þá þetta mjög einföld aðgerð. En strákar ekki að fara í ófrjósemisaðgerð. Og maður fær ekki að fara í ófrjósemisaðgerð nema tala við lækni. Og það yfirleitt ekki gert fyrir karlmenn hafa náð á hverjum aldri og jafnvel búnir að eignast börn eða eitthvað í þá áttina. Kynsjúkdómar eru sjúkdómar sem berast við óvarið kynlíf. Það að segja, og þá sérstaklega samfarir. Leiðin til þess að komast hjá kynsjúkdómum númer 1 að stunda jafnvel bara ekkert kynlíf. Það raunhæft fyrir fólk sem orðið fullorðið? Nei. Takmarka með hve mörgum fólk hefur kynlíf og helst þannig að við vitum að viðkomandi sé ekki með kynsjúkdóma og nota smokk. Það bæði til smokkar fyrir stráka og fyrir karlmenn og fyrir konur. Þessir sjúkdómar eru nokkrir og þeir skiptast eiginlega í 3 hópa. Það að segja þetta bakteríusjúkdómar, veirusjúkdómar eða á einhverjum öðrum gerðum. Algengustu kynsjúkdómarnir eru klamydía, veldur sviða og kláða og ef það ómeðhöndlað að þá getur það valdið ófrjósemi. Lekandi, það getur verið útferð myndast ákveðin himna og kláði, sérstaklega þegar við pissum. Getur valdið ófrjósemi líka ef það ekki meðhöndlað. Og sárasótt, það eru sár og útbrot. Fólk verður bara slaft og lasið og þetta getur valdið miklum hjarta og alls konar heilasjúkdómum. Getur verið bara hreinlega lífshættulegt. Klamydía og lekandi ekkert alltaf mjög áberandi. Fólk finnur ekkert alltaf fyrir því. Þannig leið og við höfum minnsta grunum eitthvað af þessu þá þurfum að fara til læknis því að þessa sjúkdóma, alla bakteríusjúkdóma, hægt að lækna með sýklalyfjum. Flatlús hins vegar bara skordýr. Hún skyld höfuðlús sem fer í hausinn á okkur
Nema þessi aðeins öðru sér læginu og hún lifir aðalega í hárónum við kynfærin, en við losnum við hana bara eins og aðra lús, með kemba og nota lúsasjambú. Kynfæra vörtur eru vörtur á kynfærasvæðinu, orsakast af veiru. Kynfæra herpes ólæknandi en það eru sár eða svona á kynfærasvæðinu. HPV getur valdið krabbameini, við bólusetjum unglinga fyrir því í dag, þannig að vonandi verður hún bara úr sögunni hjá okkur innan einhverja ára eða áratuga. Og síðan það alnæmi sem veira sem eyðileggur ónæmiskerfið, ólæknandi í sjálfu sér en oft hægt að halda einkennum niðri. En alnæmi sjúkdómur sem getur verið banvænt. Ef fólk fer á lokastigi þá rosa lítið hægt að gera. Þá í raun verður ónæmiskerfið bara algjörlega lamað og þá deyr fólk úr lúnabólgu eða einhverjum bara kvefpestum sem alla jafna myndi ekki valda neinum vandræðum. En með því að halda sjúkdómnum og einkennunum niðri að þá hægt að lifa eðlilegu lífi. En lyfin geta haft aukaverkanir og það alls ekkert einfalt mál að lifa með alnæmi, en margir geta gert það mjög lengi. Veirusjúkdóma, þessa hérna, almennt ekki hægt að lækna. Það eru til lyf til að halda einkennum niðri hjá sumum þeirra, en við eigum ekki lyf til þess að drepa veirur. Veirur eru tæknilega sé ekki beint lifandi, þó að séu lífrænar og hafi lifið svolítið eins og lífverur, þá eru þær það ekki. Þannig að þessir eru miklu flóknari heldur en þessir hér.